Ok, þetta síðasti fyrirlesturinn. Við ætlum að hafa smá yfirferð og það var óskað til að taka fyrir aðeins aftur hérna meira varðandi tímaflækju og síðan svona almenn yfirferð af efninu. Þessi almenn yfirferð verður mjög á handahlaupum en það verður þetta náttúrulega efni sem þau séð. Þannig að ég verður meiri í því að bara benda á, ok, þetta mikilvægt og þetta ekki, svo framvegis. En ég ætla að reyna að fara stuttlega í þetta varðandi tímaflækju. Og endilega ef það eitthvað sem þið viljið að ég tæki sérstaklega fyrir, þá látið mig vita. Annars þetta svo kósí núna, þetta virkar meira sem að sé í stúdíó í útvarpinu. Tala við fólki sem situr heima hjá sér. Tímaflækja, hvað það? Tímaflækja jú það hversu langan tíma forrit tekur. Það má líta það á tvennu formi, annars vegar mæld tímaflækja, en við ætlum bara keyrum forritið og sjá, tökum tíman á því og metið út frá því og hins vegar svona áætluð tímaflækja, þar sem við skoðum forritskóðan, teljum okkur í gegnum aðgerðirnar og áætlum setjum við formúlu fyrir því hvernig tímaflækjan hver langan tíma það ætti að taka. Þegar við tölum tímaflækju þá erum við yfirleitt að tala fall af stærðina af inntækinu. Hérna dæmi mælingar, 5-6 setta mælingum og við getum plottað upp á svona grafi og síðan drögum þannig að lína milli þar að við brúum þessa punkta til að mynda svona einhvers konar fall. Og fallið það sem við kallum tímaflækju. Þannig að á x-ásnum stærðin af inntækinu og y-ásnum tímaflækjan. Það tími sem það tekur. Síðan getur við hjálplegt að teikna þetta á log-log-plotti. Til hvers það? Jú, á því getur við séð veldið af margliðinni sem að ræða, ef þetta margliði tímaflækja. Við getum hins vegar ekki átt á okkur á hvort að það sé einhverju lografaktor þarna inn á milli líka. Hins vegar þessi áætlaða tímaflækja, hún byggist á því að við teljum aðgerðir og fyrsta lagi þurfum að ákveða hvaða aðgerðir við ætlum að telja. Til að mynda hérna, tilvísanir í fylki, tekna fyrir, fjöldi þeirra n sinnum n-1 og síðan getum við einfaldað með því að nota þennan tildarítátt. Þá erum að sleppa út þeim liðum sem vaxa hægar og eftir situr þá n í öðru í þessu tilfelli. Og hérna einhver dæmi slíkar einfaldanir. Hérna annað dæmi talningu. Já, þetta það sem vorum áðan, þetta n í öðru tilvísun í fylki. Þannig að við einfaldum með þessu. Síðan ættum við geta að lesa svona góða og átta okkur á því ef við erum að telja hérna fjölda umferða eða fjölda aðgerða sem eru framkvæmdir inn í innri lykkjunni, þá viljum við geta framkvæmt svona talningu á þessum umferðum og leitt út tímaflækjuna. Og hérna sjáum við að svarið tiltölulega einfalt vegna þess að það eru aðskildir lykkjur. Það vísa ekki hvor aðra. Við förum n sinnum í gegnum við þá ytri og log n sinnum við þá innri, niðurstaðan þessuna n log n. Ég ætla bara að taka fyrir hérna nefna aðeins þetta varðandi kvótaröð. Ég tók þetta sem dæmi hluti sem eitthvað sem mikilvægt, jú, en þetta verður hins vegar ekki til prófs. Ég ætla ekki til að þið getið leyst dæmi á þessu formi þar sem að kvótaröð kemur við sögu. En það geta verið aðra summur eins og þessi sem kom hann á undan. Svo þegar við tölum tímaflækju þá meinum við stundum einhvers konar yfirleitt margliða, yfirleitt þetta hérna fall af fjölda eða stærðinu inntækinu. En stundum það aðri parametrar sem komum við sögu. Hérna erum við að tala Union Fund gagnagrind, það eru n hlutir sem að ræða og m aðgerðir. Og þá hefum við áhuga á hana heildarkostnaðan við að meðhandla þessar m aðgerða á alla þessar hluti. Og þannig að þessum tímaflækjun lýst hérna með tveimur breytum, n og m.
Við sjáum hérna líka hvernig tímaflækjan háð í hvaða útfærslu við erum að nota. Og þetta algengt dæmi. Nú, tímaflækjur geta verið í ýmsu formi, en þetta þær langa algengustu. Það að segja að það sé eitthvað af þessum föllum hérna. Og þannig að það kannski mikilvægast að átta sig á þeim. Og við getum skoða hérna dæmi hvernig þær geta komið við sögu og sé svona hefðbundin tilvik. Tvíundaleit klassískt reiknirit sem við ættum að hafa á hreinu. Við finnumst ekki með því að byrja á því að skoða miðjunni og förum þessu síðan annarkvort vinstra megin eða hægra megin. Það má lýsa tímaflækjunni á þessu reikniriti með mismunajöfnu. Mismunajöfnu eitthvað sem að þið ættuð að þekkja, en ég ætlast ekki til að þið geti leyst mismunajöfnu almennt talað. Hérna þetta tímaflækjan við, ef maður að meðhandla n-stök, hún lýst sem tímaflækju með helmingi færri stök pluss 1 stak í þessu tilfelli. Og ef við leysum þetta þá fáum við log n hérna. Og þetta eitt dæmi slíka leið. Nú, þarna var hérna aðferð fyrir þrjúsam að finna í inntaki með n gildum einhverju 3 gildi sem summerast upp í 0. Það auðvelt að gera það með því að prófa bara allar þrendir. Þá fær maður tímaflækju sem í vextilhlutfalli n í 3. Með því að nýta sér tvíundaleit í einni lykkjunni, þá getum við skorað þetta niður í n log n, en í öðru log n. Og við getum, með því að bera saman forritin, þá getum við séð að það munar töluvert það. Þannig að það að skera niður einn af þessum margliðu þáttum niður í log n hefur mjög mikil áhrif. En stundum það þannig að tímaflækjan mismunandi eftir inntaki. Og þá spurning hvað við meinum með tímaflækju. Og þá getum við spurt bestafalls og verstafalls og meðaltalstímaflækju. Og við viljum stundum líka lýsa þessu, þar sem við höfum grófari nálgun á hvað við erum að tala og meðan að tilda gefur til kynna fastan fyrir framan margliðuna sem kemur sögu, þá hefum við áhuga á þessum vaxtarhraða, asymptotic growth rate. Það að segja, ef við sleppum þessum fasta og höfum áhuga á því falli sem lýsir vaxtarhraðan. Þannig þetta n í öðru fall. Og þá höfum við 3 mismunandi leiðir til að tala þetta. Það fyrir eftir hvað við erum að tala Það sem áhuga þessi vaxtarhraði, þannig að í þessu honum lýst með þetafallinu, en oft tölum við reiknið og segjum þessu of einhverju og þá erum við að segja að vaxtarhraðin sé ekki meira heldur en það sem kemur þannig sögu. Og ef við stundum erum að tala um neðrimörk, þá erum við að segja að vaxtarhraðin sé allavega eitthvað ákveðið. Og það má lýsa þessu, horfa á þetta svona að gefur til kynna að vaxtarhraðin eða tímaflækjan sem svona fall sé einhvers staðar á þessu bili hérna. Það vaxa ekki hraðar en þetta. Meðan að tilda rithátturinn, þá gefum svona mörk sem verða alltaf fínni og á endanum verða mjög þétt. Og svo var þetta spurning með talningu. Þetta eitthvað sem þið ættuð að geta gert, talið hérna minni sem það tekur. Það tekur mismunandi mikið fyrir mismunandi gagnatög og fyrir hvert hlut þarf eitthvað ákveðið og síðan getur þú þurft að nota padding eða margfald af 8. Fyrirgefðu? Hvað segirðu? Já. Til að mynda ef við erum með hlut sem inniheldur
int og segjum pointer, tilvísun í annan hlut, segjum þessi hluturinn node og segjum hann inniheldur þetta hér, int a og node n og hvað tökum þá mikið pláss fyrir þennan hlut hérna? Já, tökum 4 bæti hér, fyrir þetta hér, fyrir integer. Fyrir tilvísinu hlut, þá tökum við 8 bæti. Síðan þurfum við að síðan þurfum við hérna 8, nei fyrirgefðu, síðan þurfum við 16 bæti í overhead fyrir hlutin sjálfan. Þannig að það bætist þá við 16 hérna og niðurstaðan þá 28 bæti fyrir hvern hlut. Ef hins vegar við erum með fylki af slíkum hlutum, þannig að það node þannig að við erum þá með safna frá nóðum og ef við erum með 100 slíkar, hvað tekur þetta á heildina mikið? Maður myndi halda að sé 100 sinnum 28, en hérna gefur til kynna líka að það padding í fylkinu fyrir hvert stak, þannig að það verður margfaldið af 8, þannig að þetta uppfærist þá upp í 32, þannig að við erum 100 sinnum 32 sem jafnt og 32.000. Okay. Já, svo þetta náttúrulega, þetta tilvísin í þetta hérna, þannig að það þá ein tilvísin í viðbót, það það pluss 8. Rétt. Hérna annað dæmi tímaflækju. Þetta var aðferð Dijkstra's, hún notar ákveðna gagnagrind, sem sagt forgangsbyrjuð, og má lýsa tímaflækjunni fyrir reiknitið sem ákveðina samantekt af þessum aðgerðum á gagnagrindina, af því að það það sem tímafrekast. Við gerum þetta margar insert-aðgerðir, þetta margar delete og þetta margar decrease-aðgerðir. Síðan fer það eftir gagnagrindinni hver heildartímaflækjan verður. Og út frá því fáum við svona mismunandi útkomur eftir því hvernig útfærslan á þessum mismunandi gagnagrinnsaðgerðum Og hérna aftur það 2 stikar, það annars vegar fjöldi nóða og fjöldi leggja og þannig hérna lýsum við aftur tímaflækjunni sem samantekt þessum 2 stikum. Þetta var helstu punkturinn að vera tímaflækja, eitthvað sérstakt sem ég myndi að nefna varðandi það. Okay. Þá ég hérna með 18 fyrirlestri viðbót. Hvað kallar það örfyrirlestra? Þeir verðum allir mjög stuttir. Til að mynda við vorum með stafla og stafla hafi séð áður. Það auðvelt að greina tímaflækjunum svo framvegis. En það var nokkur atriði sem við kynntumst í tengslu við þetta, til að mynda resizing. Við getum stakkað fylkið með því að kópíra all stökin eftir að vera á og síðan minnka þau líka. Og hérna lýsing á því heildarkostnaðinum, hérna reyndar að nýta okkur þessa geometrísku summu að allar stakkanirnar samt halda þessu í línulegum kostnaði. Það verður sumar aðgerðir verið dýrar þegar við þurfum að framkvæma þessar kópíringar. Og þess vegna tölum við hérna amortized cost, það heildarkostnaðurinn dreift niður á allar aðgerðir. Síðan getum við að skoða með mismunandi útfærslur af þessu, til að mynda, við getum verið tengda lista og við getum verið með fylki sem getur verið resizanlegt. Og þá gott að geta svara því, hver kostur og gallar mismunandi útfærsla? Þannig að reynið að spá í það fyrir hvert af því sem þið reynið að skoða.
Eitt af þess sem við sáum þarna voru generics. Nú, þetta er ekki forritunar námskeið sem slíkt og við erum ekki að prófa okkur hérna í Java forritunarmálinu. Það getur verið einstaka atriði sem gera kleift að gera reiknið ákveðnu tægi, en almennt alveg erum ekki að spá í neitt Java tæknilega atriði. En svona allavega hægt að gera hlutina almenna, þannig að vísi fyrir hvaða tök sem Við kynntumst þannig líka ítrurum sem gefur okkur kleift að gera lykkjur á einfaldan hátt án þess að átta sig vita nákvæmlega hvernig þetta fyrirbæri var útfært. Þetta þegar við erum með svona gagnatag. Þá við getum ítrað gegnum öll gögnin. Við kynntumst líka pókanum. Pókin einfald, má segja einföldun á stafla eða biðröð og við höfum áður rekist á spurningu af hverju erum við að útfæra svona einfaldari gagnagrind þegar við erum með öflugri til þess að framkvæma. Við sáum þarna reiknið til þess að reikna upp úr segðum, það er að segja reiknisegðum, þar sem við erum með til dæmis plús á synnumaðgerðir og það er snyrtileg nýting á stafla með því að nota 2 mismunandi stafla, annars vegar fyrir gildi og hins vegar fyrir virkjana. Við sáum líka að grunna svokallari kvikri bestun. Ætlum að safna, leggja saman heildarfjölda, hámarksfjölda sem hægt er að fá, þar sem má ekki taka aðliggjandi stök úr fylkinu. Og við getum listi með svona mismunarjöfnu og getum reiknað upp úr því á skilvirkan hátt. Eins og sjáðu þá er þetta alveg superhægt hjá mér. Þið verðið að stoppa mig af vegna þess að það eru 150 slæðir eftir. Ætlar þetta eitthvað að fara í gang hjá mér? Union Find sá við næst. Þið minnið að það var, við viljum geta haldið utan mengi og við geta gert tvenns konar aðgerðir, annars var sameinað mengin og hins vegar fundið í hvaða mengi viðkomandi stak. Já, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta, ítrum í gegnum þessar runa af aðgerðum og þá með því getum við svarað svona dýnamist með hvort að 2 hnútar séu tengdir. Jafnvel þó á sama tíma séum við að blanda inn þar sem við séum alltaf bæta við leggjum í þetta net. Og nú getum við orðað þetta sem net sem við vorum ekki búin að sjá hérna áður. Og það eru 4 mismunandi útfærslur sem við sáum á þessu. Einfaldasta er að í öllum tilfellum þá höldum við utan svona fylki og númer staksins í fylkinu gefur til kynna í hvaða mengi stakið er. Af einhverju leyti. Með þessu quick find þá einfaldlega eru þeir sem við sama mengi verða þá alltaf allir með sama gildið. Og til þess að framkvæma sameiningu þá þarf við einfaldlega að breyta öllum gildunum í öðru menginu yfir í hitt gildið. En það er dýr aðgerð og þess vegna skoðum við latari aðgerð sem er það að við breytum ekki öllum gildum, heldur bara gildunum í rótinni. Þannig að rótin af öðru menginu verði vísi núna á rótinni í hinum menginu. Og þá getum við fundið númer mengisins er þá númerið á rótinni og með því að fylgja eftir þessum foreldrabendum getum við farið upp í rótina og tekka hvort að 2 hnútar séu með sömu rót. Og þetta er útfært svona, mjög stuttur kóð eins og sjáið. Hérna erum við samanburðasaðgerðum. Hins vegar í versta falli eru aðgerðnar allar mjög dýrar vegna þess að tréð getur verið slæmt. Það getur verið einfaldlega bara ein bein lína. Og það er gallinn sem við þurfum að laga við þetta Quick Union. Og þá er hugmyndin einföld, hún er að geyma vægi eða stærð hvert trés og láta alltaf minna tréð fara undir stærra tréð.
Og með því getum við tryggt að hæðin á trénu verða aldrei há. Hérna til dæmis keysludæmi. Þetta eru tré sem getur komið upp, meðan ef við erum með þessa vegnareglu þá verða trén miklu lægri og þar með tímaflækjan minni. Og það eina sem þarf að gera er að halda utan þetta size-gildi, uppfæra það og síðan nota það til þess að framkvæma þessa ákvörðun, hvort að ég ætla að láta I fara undir jóð eða jóð fara undir I. Kóðinn næstum eins skilvirkur og hérna lykilatriði að geta rökstutt og þetta eitthvað sem við ættum að geta gert að einhverju leyti, geta rökstutt að tímaflækjan og loka en vegna þess að hæðin og trénu verða aldrei meira en loka. Síðan til öflur útfærsla sem gengur að þjappa leiðunum. Ef við erum að leita að ákveðnum hnút, þá þurfum við að rekja okkur upp eftir trénu. Við getum á sama tíma líka látið eða farið tilbaka og látið alla hnútana á þeirri leið vísa núna í rótina. Og síðan til útfærsla, einfaldar útfærsla líka þess að við gerum helmingu bara hæðina á hverjum á þessari leið. Þá tímaflækjan á því komin niður í mjög lítið, næstuði línulegt. Logstjarna mjög hægt vaxandi fall. Eins og bókin segir, það fallið minn en 5 í þessum heimi, ef svo maður segja. Og það auðvelt að gera tilraun til að sýna að eins og þið gerðuð í fyrsta skilverkefninu, að munurinn á milli þessara aðferða töluvert mikil. Þetta nú ekki alveg það sem ég ætlaði að fá mér. Já, það hérna. Nú þetta var inngangurinn og því næst stökkum við inn í röðun og það ákveðin tæknilega varðandi hvernig maður útfærir svona hluti, lítur þetta verið generist með því að útfæra þessi skil comparable. Það eitthvað sem þið geta svarað, maður nota comparable til þess að gera þetta almennt og með comparable maður útfæra svona compare to aðgerð. Og þar með þetta að raða hlutum af hvaða tagi sem Til þess að þetta sé að raða þá þarf þetta að vera línuleg röð eða full röðun og full röðun uppfyllir þessa 3 eiginleika. Og síðan þessi eiginleikar þessara mismunandi röðunaraðferða þetta lýsa með þessum fastæriðingum. Til að mynda selection sort. Það gengur út á það að stökin sem eru vinstra megin við núverandi stak, núverandi raunir lykkjuvísin, öll þau stök eru komin á svona endalega stað. Þannig að þessi stök breytast ekki neitt. Og þau eru þá minnstu stökin í fylkinu. Þau sem eru hinum megin þá öll stærri heldur en stökin sem eru vinstra megin. Það eru þessi 2 fasteiningar. Nú það ekki erfitt að rökstuða að tímaflækjan á selection sort n í öðru deilt með 2. Þetta fjöldi samanburðar, því þú berð saman öll pör stökum. Og þetta óháð inntækinu. Kosturinn við selection sort var flutningar á gögnum lágmarkaðir. Það sterki punktur við selection sort. Insertion sort hefur líka fasteiningu en aðeins öðruvísi. Það að segja að þau stök sem eru vinstra megin eru í réttri röð en við vitum ekki hvað hinum megin. Það sem hægra megin nákvæmlega eins og það var. Það óhreyft. Þá að meðaltali erum við að framkvæma n í öðru deilt með 4 samanburði og skiptingar. En í besta tilfelli þá framkvæmum bara línulega fjölda. Ef fylkið þegar raðað, þá gerir það bara 1 tékkraunu yfir allt fylkið. Í versta falli hins vegar þetta jafn slæmt eins og selection sort n í öðru deilt með 2. Nú, þið munum kannski að einn sterkir kostur við selection sort fyrir utan það að það virkar vel á lítið inntök,
að þá það að það getur meðhandlað fylki sem eru hlutröðuð eða næstum því röðuð og rauninni hægt að lýsa fjölda samanburða sem framkvæmur út frá þessum umsnúningum í fylkinu. Þannig að heildarfjöldi samanburða er línulegur pluss fjöldi umsnúninga. Síðan kynntumst við líka Knúð Shuffle, það er leið til þess að stokka spil á fullkomlega jafndreifðan hátt. Og það gengur út á það að við ýtrum okkur í gegnum all spilin og fyrir hvert gildi I að þá skiptum við á I og einhverju stæki úr fyrstu I-spilunum að handhafi. Það er hugsanlega að skipta á I við sjálft sig en hugsanlega eitthvað af þeim sem er komið fyrir. Nú röðin kemur við sögu á mjög mörgum stöðum, til að mynda sáum við þetta beitt í Graham-scan til þess að framkvæma finna Kupton hjúp eða convex hull af svona punktum í planinu. Og þá röðum við punktunum út frá hallatölu, út frá þeim punkti sem er lengst til vinstri. Og aðferð Grahams gengur síðan út á að ganga á punktana í þeirri röð og síðan að skoða hvort við erum að taka vinstri beygju eða hægri beygju. Og út frá því hendum við þá punktum út ef við erum að taka hægri beygju. Og því næst skoðum við merge sort. Merge sort er mjög einföld hugmynd, skipta inntækin í 2 helminga, raða því endurkvæmt hvori fyrir sig og síðan sameinaði með því að nota merkjun. Hérna nefndum við líka assertions, það er svona forritunartæknilegt fyrirbæri sem akkurat er ekki til prófs. Útfærslan merge sort er einfald, næstu eins og ég lýsti hérna, það er að segja þetta er endurkvæm aðferð og grunntilvikið er þegar við erum bara með 1 stak eftir. Annars skiptum við til helminga, röðum hvorum helming fyrir sig og síðan framkvæmum þessi merkjun. Merkjun er eitthvað sem við höfum að geta gert í höndunum. Nú við leitum líka út tímaflækjuna með því að leysa þessa mismunarjöfni hérna. Ég er ekki allast til þess að þið getið leyst mismunarjöfnur, en þið ættu að þekkja tímaflækjuna hérna. Og kannski kannast við þessi venslir. Nei, við erum ekki kunna myndina. En kannast við að þessi vensli hérna hafa þessa lausnir. Og það er þetta að bæta þetta á mismunandi vegu og einfaldast er til dæmis að nota insertion sort á lítil fylki, cut off kannski kringum 7 stök. Líka það er að hætta þeirra að fylkið er raðað, það er að segja ef annar helmingurinn er, fyrir helmingurinn er þegar minni heldur en seinni helmingurinn. Síðan líka hægt að spara ákveðum tíma en ekki pláss með því að forðast að vera að kópíera þessi fylki of mikið. Það er líka til bottom-up útgáfa sem er ekki endurkvæm og þar röðum við þessum bútum. Fyrstu röðum við öllum bútum að starfa 2. Þetta verður mjög stuttur góði, bara 2-fald lykkja og sem er mjög einfaldur. Reyndar ekki hraðvirkari heldur en endurkvæm útgáfan, merkilegt nokk. Það getur verið áhugavert og hagnýtt fyrir okkur að sjá hvernig þetta lítur út, svona visual. Hérna, bottom-up útgáfan gengur út að raða öllum stökum að starta 2 og síðan 4 í röð, 8, 16, 32 og lokum öllu inntækinu svo framvegis. Nú ég kom inn á hérna sorting complexity eða neðri mörk fyrir röðun með því að nota svona ákvarðanatré og þá getum við rökstutta að ef við erum að nota samanburði við að framkvæma röðuna, þá komst ekki að með minna heldur en n log n. Þannig að tímaflækja allra röðunaraðferða sem nota samanburði er omega af n log n. Vex allavega eins hratt eins og n log n.
En ég ætlast ekki til þess að þið kunni þessa sönnun eða getið sannað á þennan hátt. Hins vegar ættuð að vita þessa staðreynd að það sé ekki hægt að komast af með hraðvirkari röðunaraðferð. Mikilvægt er líka komparatorum sem við nýttum síðan í skýluverkefni 2 og sérstaklega að nota komparatora sem eru ekki statískir heldur dýnamískir, það er að segja að við erum með komparator hlut fyrir hvern einasta punkt og getum að raða mismunandi hátt út frá þeim punkt. Og það er akkurat það sem við nýttum með þessu skýluverkefni. Stöðuleiki er eitthvað sem við ættum að hafa á hreinu, það er að segja við getum viljað að raða ekki bara eftir til og með hérna, þetta eru ferðir, ekki bara að raða eftir borgum eins og er hér, heldur líka innan þeirra sem eru með sömu borg, þá ættum við að raða eftir tíma. Og þá þurfum við að geta ef við þurfum að raða eftir 2 mismunandi gildum, þá getum við þurft að raða fyrst eftir tíma og síðan eftir borg. Og þá er mikilvægt að röðinu sem er notuð hér sé þá stöðug, svo að það ruglist ekki síðan þegar við ætlum að framkvæma eftir borginni. Og sumar aðferðir eru stöðugar og aðrar ekki. Til að mynda, insertion sort og merge sort eru stöðugar en ekki selection sort. Því næst skoðum við quicksort. Quicksort er líka svona einföld, það er að segja við leysum endurkvæmt 2 hluta og síðan skiptum við upp á saminum, en hérna er aðalvinnan framkvæmt hérna í upphafi þegar við framkvæmum skiptinguna. Og það er þá lykilatriði að útfæra þessa skiptingu á skilvirkan hátt. Og hér ætlast ég til að þið getið framkvæmt eða sem sagt endurtekið, sýnt hvernig skiptingin er að virka, nákvæmlega eins og hún er framkvæmt hérna í bókinni. Við notum þessa útfærslu eins og hún er í bókinni og notum alltaf stæki sem er lengst til vinstri sem skiptistækið til að skipta eftir. Áður en að við framkvæmum quicksort þá gerum við ráð fyrir að það sé stokkun á inntakinu. Þannig að við sem sagt notum þetta stakk hérna sem skiptistækið, sem er lengst til vinstri, og síðan erum við 2 benda, I og J, sem færa sig niður við. Og þegar að, og síðan skipta þær á stökum þegar að þörf er á. Og líkjan enda þegar að þessi 2 bendar eru farnir að krossast. Fyrirgefðu. Já, það getur verið, en líklega myndi nægja bara að gera einu umferð, þar að segja, bara framkvæmta þessu partition. Hérna getur verið gott að átta sig á að horfa á þetta hvernig þetta lítur út, svona til dæmis þetta staðan á einhverju tímapunkti, öll þau stök sem eru vinstri megin er að vera minna en jafnt og, þau sem eru hægri megin er að vera stærra en jafnt og. Og við færum okkur niður þar til að vera komið stakk, þar til að jóðið er komið að stakki sem er minna en eða jafnt og þetta skiptistakk. Og yfir færist upp þar til að komið að stakki sem er stærra en eða jafnt og þetta skiptistakk. Þá framkomum við skiptingu á þeim 2. Þannig höldum við áfram. Þetta er einfaldur kóði. Tímaflækja þess er eitthvað sem við ættum að muna. Versta falli, þá er það n í öðru deilt með 2. Í besta falli, og það gerist þegar að splittið er nákvæmlega til helminga, eins og ef væri í merge sort, og þá er tímaflækjan n log n, þessum er log grunntölu 2. En síðan er þessi staðreynd hérna og við með þess að leitum þetta út, en hérna ætlaðist ég ekki til þess að við getum framkvæmt þessa útleiðslu sem er nokkuð flókin. En þetta er það bil 40% meira heldur en
fjöldi samanburða í merged. Þannig að 40% meira heldur en fyrir merged, en það samt sem að hraðvirkara út af minni tilfærslum. Það margar útfærslur sem virka ekki vel, taka of langa tíma vegna þess að ákveðin tilfelli ekki á réttan hátt. Þetta aðferð sem við köllum þessi in place, það notar eitthvað ákveðin minni, og þetta auka minni í rauninu út af endurkvæmninni. Það hægt að tryggja það en að því að nota shuffle þá það gildra með mjög háum líkindum að það sé alltaf innan þessara logarithmiska marka. En það ekki konstant. Þess að þetta ekki stöðugt reiknað. Og hér líka hægt að gera svona endurbætur. Á sama hátt hægt að nota insertion sort á þessi minni hlutfylki. Það líka hægt að nota aðra leið til þess að ákvarða skiptistækið. Og sér í lagi þessi median og 3 aðferð. Við tökum 3 stök og notum þau sem miðgildið að því. Hérna svona myndræn útlisting á þessu. Hérna sjáum við dæmi þar sem við erum búin að framkvæma allar partition og quick sorturunni og eftir situr þetta sem ekki alveg raðað en það hlutraðað þannig að nú þetta að beita insertion sort og alla heildina á þessu fylki. Nú, select eitthvað sem þarf gjarnan að gera. Við viljum finna það stak sem til að mynda miðstakið í fylkinu. Miðgildið. Og þá hægt að raða allir inntækinu, en það óþarflega tímafrekt. Það sem hægt að nota hugmyndin og quicksort með því að framkvæma svona select. Þar sem við splittum með fylkinu með þessum partition og síðan leitum annarkvort í vinstri hlutunum eða hægri hlutunum. Við þurfum ekki að leita þeim báðum. Af því að miðstæki getur ekki verið báðum hlutunum. Þegar við erum búin að partitiona það, við vitum hvorum hlutunum það hlýtur að vera. Og það út frá því hægt að leiða tímaflækju sem línuleg í staðinn fyrir n-log n. Nú þessar aðferðir eru notaðar í kerfum út allt. Quicksort notað fyrir grunntök í Java, merged notað fyrir hluti. Það mismunandi aðferðir fyrir mismunandi gagnatök, mismunandi aðferð sem útferður comparable og aðferð fyrir comparator. Þetta fullkomin aðferð? Nei. Og hér mikilvægt að skilja hvernig reiknitið virkar, að það hægt að láta það feila með svona killer inputi. Þá tekur það kvadratíska tíma rauninni endar það á því að það verður yfirflæði á staflanum og þannig að það krassar. Almennt alveg við röðunaðferð þá sjáum við að það eru margar eiginleikar sem geta skipt máli og það fer þá eftir aðstæðum hvað það sem á best við. Við þurfum að geta metið þessi eiginleika og tekið ákvörðun út frá því. Ok, ég ætla að taka það síðasta varðandi röðun og svo skulum við taka upp pásu. Forgangsbiðröðir, þetta gagnatýpa sem mjög praktísk og við nýttum síðan í mismunandi reiknutum seinna í námskeiðinu. Það gengur út á að geyma gögnin í svona tré sem fullt tré, þar sem með fullkomni balans og það tryggir það að tímaflækjan á öllum aðferðum góð, þar sem hún hæðin á trénu og að þetta svona balans þeirra, þá hæðin log n. Og þetta eitthvað sem við áttum að hafa á hreinu. Og þá þurfum að geyma við stökin á þessu formi, þar með í max heap þá stakið rótin starsta stakið og gildin í bötunum alltaf minni heldur en gildin í foreldrinu.
Og það eru tvær aðgerðir sem eru mikilvægar hérna. Í rauninni gengur allt út að nýta þessar tvær aðgerðir, annars vegar svimaðgerðina, þar sem stak flýtur upp á þann stað sem á best heima, og hins vegar synkaðgerðin þar sem sígur niður á þann stað. Þannig ef það er minna heldur en börnin, þá sígur það niður. Og síðan eru fleiri aðgerðir sem hægt að útfæra með því að nota þessar synk- og svimaðgerðir. Raun allar helstur aðgerðirnar. Með því að nota svona venjulega hrúgu, það er að segja tvíundarhrúgu, þá verður kostnað við þessar helstu aðgerðir lokan. En síðan eru líka til, og þetta er eitthvað sem er gott að vita bara, það eru til aðferðir sem hafa til að mynda minni tímaflækju fyrir sumar aðgerðir. Og líka það er þessi einföldu útfærslur geta komið við sögu einhvers staðar ef þær aðstæður koma upp. Nú til að mynda hípsárstaðgerðin, hún virkar í tveimur fösum. Annars vegar tökum við þetta óraða inntak og búum úr því híp eða hrúgu og gera það með því að keyra synkaðgerðina raunin á öll stökin í fylkinu. Og eftir það verður þetta að hrúga og síðan eyðum við, gerum delete max fyrir öll stökin, eitt í einu. En skiljum það eftir þá aftast í fylkinu. Og það er þá önnur lykkja á þessu formi. Kostnaður við hípsárt er þá 2n log n. Það meira segja hægt að ná því frekar niður, sem er mjög skemmtilega vegna þetta er aðferð sem er in place, hún tekur ekkert auka minni og er með n log n tímaflækju. En samt sem aður þetta er optimal, lágmarkskostnaður fyrir bæði pláss og tíma, en tekur samt lengri tími yfirleitt heldur en quicksort. Það hefur með að gera hvernig minnið til að mynda er skipulagt. Og hérna er þá samanburður helstu röðunaraðferðum, kostir og gallar, eitthvað sem er gott að rifja upp. Tökum pásu.
Ok, næsti kafli var simpultöflur. Þess að munið simpultöflur nýta abstraction sem key value, þess að lykill og gildi, til að mynda getur verið með URL á vefsíðu og síðan IP-adressuna bak við það. Helstu aðgerðir sem við viljum gera er að setja inn, taka út og spyrja hvort það sé til staðar. Og þetta útfærð sem pull get, contains, en það getur líka verið gott að geta gert svona raðað aðgerðir, til að mynda geta fengið öll gildi sem ákveðnum bili, eða fengið næsta gildi fyrir ofan eða jafnt á sem viðkomandi gildi og margt tengt þessu. Og þetta útfært á mismunandi vegu, til að mynda tvíleitatré sem þið kannast við. Tvíleitatré tvíundatré sem annað hvort tómt eða með tvö börn, þar sem inniheldur vinstra og hægra hluttré. Og þetta í röð, þannig að þau stök sem í vinstra hluttrénu minni heldur en stækið í hnútnum, þau sem í hægra hluttrénu eru stærri heldur en hnúturinn. Þetta gildir endurkvæmt niður allt tréð. Við gerum ráð fyrir að allir lyklarnir séu mismunandi. Það eiginleiki á þessum symboltöflum. Nóðurnar í trénu síðan útfærðar með því að við geymum key value og síðan vísa á vinstra og hægra hluttréð. Formið þessum tréðum getur verið mismunandi og það af leiðandi tímaflækjan mismunandi. Það fer eftir útlitinu. Í besta tilfelli það svona balanserað, fullt tré. Í versta tilfelli verður það eins og ein lína. Og það fer eftir í hvaða röð þau eru sett inn. Ef þau eru sett inn í handahófsröð eða í slembinni röð, að þá tímaflækjan alls ekki slæm, þá vanti fjöldi samanburð til að leita að stæki eða að setja inn, aftur bara 40% meira heldur en í balanserðu, fullbalanserðu tré. Það skemmtilega við þetta að það er þetta rökstuð út frá því að tengja þetta við tímaflækjuna á quicksort, á partitioning. En það hefur líka verið sannað að það verður aldrei neitt mjög slæmt. Þannig að hæðin á trénu verður alltaf tiltölulega einhver fastur sem lokan. Í versta falli hins vegar getur verið slæmt. Nú til að gera ýmsar aðgerðir þá breytum við gerðum trénu þannig að við geymum upplýsingur talningu, þannig að fjölda nóða sem eru í þessu hluttré. Nú tímakostnaður við hverja aðgerð réttur hlutfalli við hæðina á trénu svo til allar aðgerðir. Þannig að það fer þá eftir hæðinni hver tímaflækjan Til þess að framkoma eyðingu þá eru tveir möguleikar. Lata-útgáfan einfaldlega bara merkja hnútinu sem einn en gera ekkert meira. En við lærðum líka ákveðna leið til þess að framkvæma eyðinguna sjálfa og ein grunnaðgerðin delete min, eyða minnsta stækinu trénu. Þetta gott dæmi tegunda aðferð sem við þurfum að geta gert, það að segja gert svona endurkvæma aðferð á tré sem breytir trénu líka. Við sem sagt í þessu tilfelli þá köllum við á þetta endurkvæma aðferð sem skilar nýju tré, þannig að það byggir upp á nýtt allt tréð. Þannig að það endurreiknar til að mynda vinstra hluttréð ef það keyrir á það. Þannig að eins og alltaf þá tökum við fyrir grunntilvik, ef ekki þá eru þetta þrepatilvik, uppfærum við stærðina, skilum stækinu tilbaka. Í þessu eyðingu þá þurfum við að taka fyrir 3 tilfelli eftir hvað eru mörg börn. Erfiðasta tilfelli eru 2 börn og þá gengur út á það að fyrst finnum við sporgöngumann við komum til út eða arftakan eftir mannin, successor. Og
og sá hnútur er minnsti hnúturinn í hægra hluttréð þessa hnúts. Við eyðum þeim hnút og setjum gildi sem var í honum í staði fyrir hnútin sem við vorum að eyða. Þannig þessu tilfelli hérna, við ætlum að eyða þá byrjum við að leita að sportbókumanninum, það H, og þar með eyðum hnútum H með því að nota delete min, færum H-ið hérna upp í þennan nýja hnút, og þannig að H-ið hérna kemur í staðinn fyrir ef sem má segja. Nei, því að breyta nokkrum bendum. Þannig niðurstaðan tímaflakki fyrir BST línuleg í versta tilfelli að meðaltali ef það er jafn dreift þá það 40% eða logaritmist. Eins og eyðingar flækja málið vegna þess að þá verður tréð ekki jafn balanserað eins og það yrði annars. Nú, hjálpar eitthvað ég lesa svona. Hvert hún komin? Ok, ég kann ekki að þetta. 8, 9. Já, rétt. Nú, til þess að bæta þessi tvíleitatré, þá kynntum við okkur hérna balanseruðu leitatré og við sem sagt unnum með annars vegar 2, 3 tré og eins vegar rauðsvört tré. Og bæði eru þetta ákveð form af samskonar gagnastrúktúr. Við skoðum líka B-tré en það ekki til prófs. 2, 3 tré þá eins og tvíundatré nema sumir hnútarnir geta verið með 3 börn og eru þá með 2 lykla í sér. Það kallast þríhnútar, þeir sem eru 3 börn. 2 hnútar eru þeir sem bara með 2 börn. Og þá tryggjum við það að hæðin á tréinu sé alltaf balanseruð. Öll laufin á neðsta laginu. Og þá beitum við svona aðferðum til að mynda, til þess að glíma við það þegar við erum með 4 hnúta, eins og hérna, ef við lendum í því þegar við erum að setja inn hnúta að allt í einu myndast hnútu sem með 4 börn, þá hann orðinn of stór og þá splittum við honum upp í þessi 2 börn og síðan færist miðgildið úr honum upp á við. Og það reyndar líka hnútur sem þá með 4 börn og það þarf þá að splitta honum upp líka. Og þess viljum við þá hæðin á trénu hækka með. Nú, þetta hefur þann kost að vegna þess að hæðin aldrei meira heldur en logn, að þá verður kostnaður við allar aðgerðir líka logaritmískur. Þannig að garanteruðu logaritmísk kostnaður. En þetta hins vegar ekki einfaldasta leiðin til þess að útfæra þetta. Betri leið að nota þessi rauðu svört tré, þetta rauninni til að útfæra 2, 3 tré. Og það bein samsvarun á milli þeirra. Við notum þessi left leaning rauð svört tré, þar að segja það rauðir leggir og þeir liggja allir til vinstri og rauðir leggir rauninni samsvara þríhnútum í trénu. Þannig að þeir hnútar sem tengdir saman með rauður legg, það eins og þeir hefðu verið í sama hnútnum í 2, 3 trénu. Og þannig að eins og segi, one-to-one correspondence, bein samsvörun á milli, þess að 2, 3 trjáa og rauðsvettra trjáa. Og þið ættu að hafa það alveg að hreinu. Nú til þess að leititrénu, þá framkvæmd nákvæmlega sömu aðgerðir eins og í venjulegu tvíleitatré, og meiri hlutin af aðgerðum með þannig. Það hins vegar insert sem verður flóknara og til þess erum við 2 hjálparaðferðir. Ein snúningsaðferðin, bæði rotate left og rotate right. Þá færum við til með svona, þannig að hérna erum við að snúa með að leggja ES og nú lítur þetta svona út eftir það.
Og síðan hinn aðgerðin þetta color flip. Ef það eru 2 rauðir leggir sem liggja að einum hnút, þá hægt að gera color flip og þá hægt að breytist yfir það að rauðir leggurinn liggur núna upp á við, upp í foreldrið. Til þess að gera insertion, þá þarf maður að blanda saman þessum aðgerðum. Fyrst byrjar maður að setja hnútinn inn. Það getur orðið til þess að það verði þá til 4 hnútur. 4 hnútur eru 3 hnútar sem eru með 4 börn, sem eru þá rauninni í rauð-svörtu trénu, mynda þá 3 hnútar sem eru saman tengdi með rauðum legg. Þannig að í þessu tilfelli, ef við byrjum að setja P inn hérna, þá myndast þessi 4 hnútur. Nú hérna eru tilbúinu fyrir color flip, þannig að við framkvæmum það. Þá færist rauninni annað þeirra hérna upp að við. Og nú erum komin nýjan 4 hnút. Og, nei, ups, fylgir ekki rauðinni. Þetta var til þess að það myndast nýr 4 hnútur sem eru þessir hérna. Og þetta ekki réttu formið, þannig að við þurfum að gera 2 rotate, annars rotate til vinstri og síðan rotate til hægri til þess að fá þetta svona. Og þá eru tilbúin fyrir color flip og þá lítur tréð svona út. Og nú hæðin á trénu yfir hækkað með. Og þessu samsvörun leiðir til þess að hæðin á trénu er alltaf takmarkuð, það var aldrei meira enn 2 sinnum lokan. Og þá orðaði svo að svarta hæðin í trénu er alltaf svo sama. Fjöldi svartra leggja á leið frá rót niður í lauf er sama allstaðar. Og yfirleitt er þetta mjög, ennþá nær með þess að 1 sinnum lokan, heldur 2 sinnum lokan. Þannig hérna er komið garanterir kostnað fyrir allar aðgerðir fyrir svona symboltöflu. Allar aðgerðir gera núna á lokan tíma. Spurning. Tilbúin næstu. Spennandi. Það er eitthvað við þetta kerfi, hvort er þetta PowerPoint eða þetta Windows. Hakkatöflur eða dætutöflur eru önnur leið til þess að útfæra symboltöflur með töluvert mismunandi öðruvísi eiginleika. Það byggist þetta fyrsta lagi að við erum með hasskóða fyrir hvert einasta ég hef hent út slæðin sem ég ætlaði að vera með. Jæja. Við erum með hvert einasta gagnatag hefur sín ákveðna hasskóða. Og þetta er skilgrindið í grunntögunum og ef við erum með eitthvað eigin tög þá þarfum við að útfæra þennan hasskóða. Nú, hökkunin sjálf í rauninni yfirleitt nýtir þetta svokallaða modular hashing. Þess að við tökum einhverja tölu M sem þá stærðin á hakkatöflunni og tökum hasskóðan og tökum maður modulus M og það vísar þau inn í ákveðið hólfi í hakkatöflunni. Og til að mynda, hérna er útfærsla á þessum hasskóða fyrir transaction sem er eitthvað ákveðið gagnatag sem hefur 3 mismunandi gildi og leiðin til að gera það sem mjög algeng er svo að framkvæma þetta svona margföldum með 31 og leggja síðan saman við. Og aftur margfalda það sem komið var og leggja saman við. Svona getur þú hrært saman þessum 3 mismunandi gildum. Þetta er afar mikilvæg forsenda þessar greiningar sem við gerum á hakkatöflur og þetta þurfum við að reyna að muna. Hvað er þessi uniform hashing assumption? Það er það að hver lykill sé jafn líklegur að varpast í hvaða hólf sem er í töflunni. Nú við sem ræddum þetta síðan út frá svona líkindafræði og það er skemmtilega atriði sem komið þar við sögu. Þetta er oft formúlaður sem svona spurningar að kasta bolt með handahófi í fötur og þar kom við sögu afmælisdaga atriðið. Það þarf bara rótin af M það bil
köst til þess að það sé komin 2 boltar í einhverju fötu. Líka það að load balancing, það að segja að meðaltali verður engin fata sem verður með meira heldur en það byrja log M. Ef þú kastar M boltum í M fötur, þá verður meðalgildi á hverju fötu bara 1. En jafnvel, svo fata sem með flesta bolta bara með mestarlega log M. Nú það eru 2 leiðir til að útfæra haggatöflur. Annars var það sem kallað separate chaining eða keðjun og þá bak við þetta fylgi, þess að haggatöflu sjálfa, einfaldlega bara tengdur listi af þeim stökum sem varpast í það hólf. Og þar getum við rökstutt eitthvað ákveðið en vanti fjöldi hverju lista einfaldlega fjöldi bolta eða fjöldi staka deilt með fjölda hólfa. Og með líkindafræði hægt að rökstuða að það gildir með mjög háum líkindum, það verði aldrei mikið meira heldur en það. En það ekki eitthvað sem við þurfum að geta rökstutt hér. En við sjáum að það þessi vensl hérna. Það sé það bil en deilt með þeim. Þannig ef taflan of lítil þá verður óhjákvæmilega tímaflækjan mikil. Hinn möguleikinn að nýta bara eitt fylki og hvert staka leitar í ákveða hólf og ef það kemst ekki þar fyrir þá leitar í næsta hólf og heldur þannig áfram þar til að komið að tómu hólfi til þess að fara í. Það sem myndast þar þá gjarnan svona klösun, myndast klasar af stökum sem eru samliggjandi og hefur þá áhrif ef þú leitar einhverju staki í byrjun til dæmis þess klasa og staki ekki til staðar þá verður að leita alveg til enda klasans. Það til þú veist að það ekki til staðar. Nú, það var hefur leitt út mjög nákvæmlega vænti kostnaður við að leita í haggatöflu með linear probing. Við þurfum ekki að muna þessar formúlu, en við þurfum að muna það að þegar að taflan næstum eins mikil eins og að fjöldi staka, þá vex leitatíminn upp úr alla valdi. Þannig ef það 99,9% full tafla, þá erum við í staðan fyrir að leita bara að 2-3 gildi eins og ætti að vera, þá erum við að leita kannski að 1000 gildum. Og þetta þá heldur summary yfir þessar symboltöflur, þessar mögulegar leiðir til útfæra. Það þessi einföldu óraða listi og raðaða fylki, tvíleitatré, rauðsvört-tré og síðan það útfærslur á haggatöflum. Nú, þær hafa enga verstafallstímaflækju. Verstafalli verður alltaf mjög slæmt. En ef ykkur gefur okkur þessa uniform hashing forsendu, þá niðurstaðan mjög góð að meðaltali við fjöldi stakast þegar að bera saman, bara lítill fasti eins og 3-5. En það mikilvægt að hafa í huga að einn veikleiki þeirra sá að verstafallið slæmt og við nefndum þann dæmi að það hægt að hefur verið framkvæmt af svokallar denial of service árásir á kerfi með því að vita hvernig haggataflan var uppbyggð og þar með sendingar sem spila inn á það, þannig að haggataflan verður mjög slæm. Nú, aftur við þurfum að geta borið saman mismunandi útfærslur, hver eru kostir og gallar þeirra og líka kostir og gallar, til dæmis tætingar annars vegar og það nota balanseraðan leitatré hins vegar. Þetta hefur til dæmis mér vinsæl prófaspurning. Í Java-kerfinu hvoru tveggja til, annars vegar sem treemap, treeset og hins vegar sem hashmap. Ok. Rosalega hraðvirka fyrirlestur.
Já, það var hérna eitthvað applications, simple table applications. Við sáum dæmi hvernig við getum gert ýmsa hluti. Til að mynda haldið utan mengi. Þetta einfaldlega bara simple tabla þar sem að value hlutin í þessi key value pairum tómur. Annað svona dictionary lookup. Og annað dæmi að framkoma eins konar index, til dæmis atriða orðaskrá í bók. Concordance, þá getur kynna rauninni líka, geymum við líka þau stök sem eru fyrir framan og aftan leitarorðið. Og þetta getum við geymt með því að tengja við hvert streng eða hvert stak, hvert orð þá hérna, þá geymum við lista af staðsetningum. Og þessi listi, hann má líka geyma sem symboltöflu. Þannig að hvert stak hefur symboltöflu tengda við sig, symboltöflu af þeim staðsetningum, þar sem staðsetning. Og þannig þetta ekki bara ítra gegnum listan, það líka þetta flett upp í listanum á skilvirkan hátt. Annað dæmi að útfæra rýrfylki, þar sem við erum með mikið af núllum. Þá fyrst útfærum við þetta fyrir vigra, rýra vigra, og þá geymum við þau stök sem eru ekki núll á skilvirkan hátt í symboltöflu. Það sem að lykillinn þá vísirinn á stakinu og value þá gildið, eða það sem í hólfinu. Þar með erum við að nota lítið pláss og líka ýmsar aðgerðir geta þá tekið satt að segja styttri tíma. Þannig getum við geymt líka tvívítt fylki, það við geymum hverja einustu röð sem svona symboltöflu. Við síðan vorum með skilaverkefni sem tengdist þessum symboltöflum. Við fórum í þessi geometrísku gagnagrindur aðeins, en það eina sem til prófs af því það sem tengist þessu skilaverkefni, þessi 2D-tré. Og þið munið að ástæðan fyrir að nota 2D-tré að það getur verið klösun í inntakinu og þess vegna ekki gott að jafndreifa þessum kössum sem væru kannski einfaldasta lausnin. Frekar viljum við splitta þessu upp þannig að aðlagi sig að hvernig inntakið og þið hafið vantarlega að hreinu hvernig þessi gagnagrind útfærð. Það annars að splitta eftir x-gildum eða splitta eftir y-gildum. Og við höfum líka að hreinu þessar tvær helstu aðgerðir sem við framkvæmdum, annars vegar range search eða svæðisleit, fá alla punkta sem passa inn í ákveðan kassa og hins vegar nearest neighbor eða nágrannaleit finna þann punkt í inntakinu sem næstur ákveðinu fyrirspurnapunkti. Og þá þurfum við viljum gera þá skilvirkan hátt, þar að segja við gætum þurft að leita í báðum hliðum trésins, bæði vinstra og hægra, en aðeins ef þörf á. Og það lykilatriði að gera bara ef það þarf á því og líka að skipuleggja leitina þannig að við byrjum að leita í því hluttré sem líklara til þess að innihalda nóðuna. Við fórum í rauninni ekkert í tímaflækjunum per se, þannig að það sem slíkt ekki málið hérna, en við vitum að þetta skilvirka aðferð. Við sáum það með því að gera þessa samanburði, ekki satt. Já. Það bara hlustuð þið. Herðu, hvað að gerast? Já, ég vantarlega ítti á einhvern takka hérna með nénu, greinlega. Ok, þá fórum við í kafla 4, það var net. Hvað gerum við þar? Já, fyrst þurfum að geyma netin. Við vitum hvernig grannlistar virka. Fyrir hvern nút þá erum við með svona tengdan lista af
grönnum þess hnúts, það þeim hnútum sem hann tengist í. Og við vitum hver tímaflækjan fyrir helstu aðgerða á slíka gagnageymslu. Nú við skoðum tvær grunnaðgerðir hérna, BFS og DFS. Date First Late gengur út á að þá endurkvæmt, þá heimsækjum hnút og síðan endurkvæmt heimsækjum alla granna þess hnúts sem ómerktur. Við getum rökstutt á einfaldan hátt að tímaflækjan réttu hlutfalli við summan af gráðunum á öllum grönnum af þeim hnútum sem komist í. En þetta sum of the degrees rauninni sama og fjöldi leggja. Nú, kóðin svona og mjög einfaldur og ætti kannski vera líka mjög skýr fyrir okkur. Við erum með þetta endurkomum fall hérna. Við köllum á það út frá þessum upphafspunkti sem gerum við merkjum hnútinn, förum gegnum alla granna hans. Fyrir þá sem ekki merktir, að þá heimsækja það endurkvæmt. Getum geymt hérna líka þann legg sem við komum úr. Svo getum við aðlaga þennan kóða þeim verkefnum sem við erum að vinna með. Í BFS þá notum við hins vegar biðröð. Við byrjum við hérna í hverju umferð þá tökum við einn hnút af biðröðinni, heimsækjum hann og síðan setjum við á biðröðina alla þá hnúta sem við komumst í út frá honum sem ekki þegar merktir. Og svo merkjum við það. Og lykilatriði með BFS að við finnum rauninni hnútana, við finnum stystu leið frá upphafshnútum að öllum hinum hnútanum. Það sem stysta leið rauninni fjöldi leggja sem það tekur að komast í hnútin. Við getum notað þessa aðferð til að gera ýmsa hluti, til og með eitt af það einfaldasta að finna tengda þætti. Þessi tengdir rauninni vernd sem má líka lýsa sem svona jafngildisvensl. Við viljum svona hópa netið þannig að þeir sem séu tengdir, þeir mynda einn tengdan þátt. Og með því getum við svarað fyrirspurnum á konstant tíma með því að fletta upp í þessu fylki sem geymir númerið á þættunum. Ok, 10 og 12 í sama tengda þætti að því að númerið þeirra þarna það sama. Og til þess þá þurfum við að ítreka þetta DFS. Þegar við byrjum að keyra DFS til dæmis frá 0 og þá myndum við þennan tengda þátt hérna og síðan höldum við áfram og leitum að merktum þættum sem hafa ekki verið heimsætti þegar. Þannig að það þessi ytrirlykkja fyrir utan DFS þar sem við leitum núna að frekari hnútum sem ekki merktir og þá heimsækjum þá endurkvæmt áfram. Og innum milli þá hækkum við að teljara sem gefur númerið á þessum tengda þætti. Nú, hvað heildarkostnaður við þetta? Hérna við að sjá, hérna ein lykkja og hérna önnur lykkja og síðan endurkvæmt kall. Það getur virka kannski dálítið flókið átt að sjá þessu, en munið að hver hnútur heimsættur nákvæmlega einu sinni. Við köllum á DFS bara fyrir hnút sem ekki merktur og sama gildir hérna líka, bara fyrir hnúta sem ekki merktir. Þannig að hver hnútur lendir hérna inn í nákvæmlega einu sinni. Og hvað eyðir miklu tíma fyrir hnútin inn í þessari lykkju hérna? Það ein lykkja og fjöldi umferð í lykkjunni fjöldi granna þess hnúts. Þannig heildartímaflækjan summa yfir alla hnúta af stærðina af þessu addfylki hérna. Sem við yfirleitt skrifum í netafræðilegri ritahætti sem gráðan. Hvað þetta mikið? Jú, við erum raunin að telja hérna alla þá leggi sem aðlægir vaff. Og hver leggur aðlægur nákvæmlega 2 hnútum. Þannig að sama gerir þetta tvisvarsinnum Heildarkostnaður upp á sem línulegur fjöldi leggja.
Með þessu getum við leyst ýmislegt. Ég man ekki hvort við sáum það ekki beinlínis gerast hérna. Tiltölulega einfalt að tékka til að mynda hvort að net sé tvíhlutunet, hvort það sittir rás í netinu. En sumir hlutir eru erfiðir. Það er til að mynda að finna rás sem heimsækir hvern hlut nákvæmlega einu sinni. Þetta er dæmi Hamilton rás sem er NB-erfitt tvorleðslegt verkefni. Því næst fórum við í áttunet og þar er vinnslan mjög álíka. Það er að segja svona hvað að gera? Það er að segja við beitum sömu aðferðum, við beitum líka DFS og BFS. Áttunet, þá eru leggirinn í ákveðna átt, ekki fram og tilbaka. Og við getum notað DFS og BFS á nákvæmlega sama veg, vegna þess að aðferðin virka jafnvel, er rauninni hannaðar fyrir áttunet á sama hátt. Eitt einfalt dæmi sem hægt er að gera er reachability, sailing, finna alla þá hnúta sem hægt er að komast í út frá ákveðnum áttum punkt. Samkvæmt leggjunum, þess að fylgjum áttunum á leggjunum. Til að mynda við komumst ekki í þennan hnút hérna, af því að það er engin leið frá S að því að við fylgjum leggjunum til að komast þangað. Átt leggjana. Og með þessu leystum við ýmisverkefni, til að mynda gegnvirk lokun, transitive closure, þá erum við að finna öll pör á hnútum sem eru tengdir saman. Ég er alltaf að reka mig í þetta hérna. Það er ekki alveg. Ég verður að láta ykkur nægja þetta. Nú er hann að slökkva á sér. Ég get ekki kveikt á hann aftur. Og við gerum það með því að keyra DFS út frá hverjum einasta hnút og geyma niðurstöðuna úr þeirri keyrslu í þessu fylki hérna. Og það er alltaf sund. Og það er náttúrulega ekki mjög ódýrt. Tímaflækjan er þá VAF sinnum kostnaði við DFS sem er VAF sinnum VAF plus E. En það gerir samt það sem við þurfum. Annað er hérna grannröðun eða topological sort. Raða hnútunum þannig að allir leggirnir ekki liggi frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri eða frá upp niður við. Eftir hvernig við horfum á netið. Og þetta þurfa þá að vera ákveðin tegund af áttuneti, það er að segja það er að vera órásað áttunet. Og leiðin til þess að nota DFS og hugmyndin er einfaldlega svo að finna bara þetta reverse post-order röð. Hvað er það? Post-order er þegar við númerum hnútana eftir því hvenær við kveðjum þá, hvenær við ljúkum þessari vinnslu hérna. Þannig að aftast í þessu DFS-kalli þá geym ég hnútinn að ég vil geyma því í öfugri röð, reverse post-order, þá setja ég þetta á stafla og þá skilaði sér á réttan hátt í þessu öfugri post-order röð. Og lausnin er svo að þessi reverse post-order röð gefur okkur þessa grannröðun. Það er nóg að muna það og geta fundið hana náttúrulega. Ég getur líka fundið rás og þá er einfaldlega að þurfum að tekka á því hvort að leggur sé að vísa upp á við til þess að merkja hnútinn hvort það sé ennþá í vinnslu eða ekki. Þannig fyrst að getur þér að við heimsækjum DFS þá setjum við hana á staflan, merkjum hann þannig og þegar við búin vinnslu þá setjum við sem false. Og ef það er einhver leggur sem vísa núna í hnút sem er á staflanum, þá er hann að vísa upp á við í öfugátt og þá mynda það rás. Og þá, þessi kóði hérna er þá til þess að skila rásinni.
Nú á lokum, þá notum við til að finna sterka þætti. Hvað eru sterkir þættir? Það óstakkanlegt mengi af hnútum, þar sem að hver hnútur kemst í hvern annan hnút inn í þessum sterka þætti. Og hér sjáum við dæmi, hérna hægra megin net með 5 sterka þætti, 6 sinni eigin sterki þáttur, 7 og 8 komist hvor í annan, meðan 1, 2, 3, 4, 5, nei, 0, 2, 3, 4, 5 mynda 1 sterkan þátt. Og þetta má geyma á sama hátt, við getum númeran hnútana út frá númerun og þeim sterka þætti sem þeir tilheyra, og þannig hægt að svara þessu spurningu, eru 2 hnútar í sama sterka þætti á mjög skilvirkan hátt með því að bara fletta númerunum þeirra. Og það var aðferð Cosa-Ratio sem við beittum á þetta, og hvernig afhverjum virkar ekki sem eitthvað sem við þurfum að leggja minnið, ekki þetta rökstutt, en vita hvernig það virkar, hvernig var framkvæmt, og hún byrjar á því að hún tekur viðsnúna netið, þess að snýr við hérna áttunum að leggjanum og finnur öfuga póstorturöð á hað á þetta viðsnúna net. Og síðan notar þá röðun þegar hún síðan beitir DFS á upphaflega netið. Þannig að á endan þetta bara rauninni þessar 2 línur sem bætist við. Við keyrum búandi viðsnúnarnetið, keyrum DFS á það og byggjum síðan reverse póstorturöðina á það net. Notum það sem röðina til þess að skoða nútana í þessari hefðbundnu DFS-leit. Allt og sumt. Merkilega snyrtilegt. Þannig þetta. Og við höfum eitthvað eftir, spurning hvað komist, hvort ég ná að klára þetta allt saman. Hvað er bónustíma? Jú. Það er eins konar bónustími. Minnsta spanntréð einfaldlega að safna leggjum saman að spanna alla hnútana, og minnsta spanntréð það sem hefur minnsta vægi þegar það komið með vægi á leggjuna. Til þess þurfum við að geta geymt í þessum grannlista líka vægið á leggjanum, og við vorum með þennan edge object til að halda utan það. Þetta er mikilvægasta slagðin hérna, þessi cut property. Þetta þurfum við að virkilega undirstrika. Það er þessi lykil eiginleiki, og út frá því hægt að leiða svo margt til að mynda þegar við breytum netinu á einhvern hátt. Það að ef við skoðum einhvern skurð í netinu, leið til að skipta netinu í 2 hluta, þá gildir það að ódýrði leggurinn yfir þennan skurð verður að vera í minnsta spanntréð. Og það getur fyrir alla skurði. Og þetta er einu nóg regla til þess að leiða alla helstu mögulega út. Og þannig erum við komið með einfalda gráða leið til þess að gera þetta. Finnum einhver skurð í netinu þar sem við erum ekki búin að bæta við neinum legg. Tökum ódýrðarlegginn þar og bæta við minnsta spanntréð. Og út frá þessu fáum við nokkrar mismunandi aðferðir. Við erum ekki með við gerum eitthvað ráð fyrir að allir leggir þessi mismunandi vægi, það er hægt að breyta aðferðinu þannig að lagi gildi þó að það sé jöfngildi. En hvað netið er ekki tengt, þá fáum við ekki 3 lengur en við fáum skó. Aðferð Kruskalls gengur út á það að fyrst röðum við hnútunum í vaxandi röð, röðum leggjunum í vaxandi röð og göngum síðan á röðina og athugum hvort að viðkomandi leggur myndi rás í netinu. Rás í þessu minnsta spanntréð. Ef ekki, þá er þetta ódýrðarlegur leggur í ákveðinn skurð. Þann skurð sem, og þannig getum við bætt honum við. Til þess þurfum við geta svara þessi spurningu, myndar þetta rás, það er að segja, er þetta í sama mengi? Það sama mengi eru þeir hnútar sem eru orðnir tengdir saman. Eru þá í sama tengda þætti. Hvernig höldum við utan á það?
Jú, við notum Union Find gagnagrindina. Og þannig getum við framkvæmt hérna, geymum hérna Union Find og spyrjum á allt, ok, eru þessi tveir nútar sem leggur myndar, eru þeir samantengda þætti? Ef ekki, þá viljum bæta legnum við og gerum union á það til þess að blanda þessu mengjum saman. Nú, oftast er ein leið til þess að útfæra krúskal að raða leggjanum, önnur leið að nota forgangsbiðröð. Og þá þetta tímaflækjan að því að við erum með þetta margar aðferðir fyrir hverja gagnagrinds aðgerð fyrir sig, heildar tímaflækjan verður þá log. Nema ef inntakið er raðað, þá verður kostnaðurinn sem log stjarna. Aðferð prim er líka útgáfa þessu, og það sem að þar sem að við byggjum eitt tré og finnum alltaf ódýrasta legginn út frá þessu tré yfir hína hnútana. Það er skurðurinn sem við erum að vinna með. Og lata útgáfan af því heldur bara þá utan eina forgangsbiðröð af öllum leggjum sem tengjast, sem er eftir að meðhandla. Og þá tekkum við bara í hverju umferð, þá tökum við legg úr þessari forgangsbiðröð og athuga hvort þessi báðir merktir, þannig að ef þeir eru báðir í sama trénu, þá viljum við ekki gera neitt meira með hann. Þess vegna köllum þetta lata útgáfuna því við hendum þeim ekki. Ef ekki, þá er annar, við höldum utan alla leggina af þeim sem tengjast hnútum sem eru komnir. Þannig þá vitum við að þessi leggur liggur þá úr trénu yfir í restina og þá bætum við þeim legg við. Og heimsækja hnútana það þýðir að við setjum viðkomandi leggi inn í forgangsbiðröðina. Hérna erum við að gera log mismunandi þetta margar delete aðgerðir og þetta margar insert aðgerðir. En það er hins vegar hægt að útfæra þetta aðeins skilvirkara hátt og það er að forðast að nota þessa leggi sem eru ekki til staðar lengur eða við viljum ekki nota. Og þá er að hægt að geyma bara einn legg fyrir hvern hnút sem ekki er í trénu. En leiðin til að skoða það er rauninni frekar að sú aðferð, íger útgáfan af aðferð prims, er rauninni svo sama og reiknið Dijkstra, sem er enda fyrir annað verkefni, en er að gera nokkuð sama hlut. Reiknið Dijkstra var samt fyrir stystu leiðir, við viljum finna í neti, hugsanlega 8. neti, þar sem er vægi á leggjanum, hver er stysta leiðin frá einum upphafspunkti eða einhverjum lokapunkt. Við getum geymt þetta allar stystu leiðir frá upphafspunktum að öllum hinum hnútunum. Við getum geymt það í einu fylki og meira þess að tréð líka getum geymt svona edge-to benda. Og lykilaðgerðin hérna er svokölluð slökun. Ef ég er að ferðast til Moskvu, ég veit hvað það kostar mikið að ferðast frá Danmörku til Moskvu. Ég veit líka hvað flugið til Danmörku kostar. Þá veit ég að kostnaður að ferðast til Moskvu er mestalagi summan af þessum tveimur hlutum. Er tíminn að vera búinn? Við skulum reyna að treina okkur þetta aðeins lengur. Allavega þessi slökun er lykilaðgerð hérna og allar útfærslur á þessum stystu leiðum gangur hann út á að beita þessu slökun aðgerð. Í aðferð Dijkstra að þá finnurðu þann legg sem er ódýrastur út frá núverandi tré að hinum hnútanum og slakar og bætir honum við tréð. Síðan slakar öllum leggjum sem liggja út frá þeim hnút sem þú bætir við. Og þá ertu með þessa tiltölulega einföldu lykki hérna. Þú finnur það hnút sem er ódýrastur, sem er fyrir utan tréð.
og slakar öllum leggjunum út frá honum. Og þetta sem nokkuð er sama á aðferð prims, nema að í aðferð prims þá finnur þann hnút sem fyrir utan tréð sem með ódýrasta legginn að trénu. Í aðferð dagstra finnur þann hnút fyrir utan tréð sem með stystu leið frá upphafspunktum. Þannig að það mismunandi gildi sem höldum utanum en annars vegar sama aðferðin. Og þá eru hérna með eins og við sáum áðan þessar mismunandi kostnað og það er mismunandi heildartímaflækju. Og það er líka hægt að leysa þetta fyrir net sem órásuð. Þá getum við nýtt okkur það með því að finna fyrst grannröðunina og slaka síðan bara leggjunum í þeirri röð sem þeir birtast í samkvæmt þessari grannröðun. Og þá er hún komið línulega tímaflækju. Og getum líka nýtt okkur það að það má það vera negatíft vægi á leggjunum og þannig getum við leyst finnist lengstu leið í netinu með því að bara umbreyta jákvæðum gildum verið neikvæð gildi og finna stystu leiðina og breyta síðan gildunum tilbaka aftur. Ef eins og það eru neikvæð vægi á leggjum, þá virkar aðferð dagstra ekki á almenn net. Til þess að þetta önnur aðferð sem kennd við Bellman-Ford sem við nefndum, það er gott að vita, en á hverjum virkar er ekki eitthvað sem við skoðum. Nú, þá erum við komin að síðustu vikunni. Síðustu vikunni þá skoðum sem kallað satisfiability. Og við skoðum annars vegar viljum við vita, viljum við kynnast þessu verkefni, þessi mikilvæga verkefni sem kallað satisfiability. Þannig að þessi hugtök eins og hvað er röksegð, það er segð og hvað er þetta CNF-snið, þannig að við erum safna klausum sem eru tengt saman með ogum. Satisfiability, hvað þýðir það eiginlega? Það er að finna gildisveitingu, finna true false gildi fyrir allar breytunar, þannig að ef við reiknum upp úr segðinni þá fáum við satt gildi. Og það er að beita þess að ýmsa hluti til að tákna svona rafrásir. Og hérna er dæmi þar sem við skoðum til að tékka af hvort að tvær rásir er að reikna saman hlutin. Við skoðum tvær aðferðir til að leysa þetta. Notum backtracking, mjög mikilvæg almenn aðferð, lausnaraðferð. Og þá skoðum svona ákvörðunartré, en við forðumst að skoða allt, vegna þess að við getum til að mynda, við getum klifta hérna, að því að x1 og x2 geti ekki verið bæði satt. Af hverju ekki? Vegna þess að þá verður þessu klausa ósann. Og þá þurfum við ekki að leita frekar. Og samanskapi x1 og x3 geti heldur ekki verið bæði satt, af því að þá myndi þessu klausa vera ósann. Svona getum við forðast að leita gegnum allt þetta stóra tré, fengi miklu minna tré. Og þetta við síðan kóðinn. Síðan skoðum við aðferð DPLL sem gekk út á það að tékka svona einingaklausur. Til að mynda, segjum að við skoðum tilfelli þegar x1 er jafnt og satt. Okay, ef x1 er satt, þá verður þar með, þetta hérna verður jafnt og false, og þetta verður jafnt og false, og hérna líka, sem þýðir að til að þessar klausur verður sannar, þá verður x4 að vera ósatt. X7 verður að vera ósatt, X3 verður ósatt, X2 verður ósatt og meira sér líka hérna X10. Þannig við getum nelt það niður. Svona unit class propagation. Og síðan hérna, þá getum við höldið áfram, skoða næst beiti 5. Ef hún getur ekki verið the sun, af hverju getur hún ekki verið sun? Það var út af einhverju, já. Eitthvað sem ég man ekki. Jú, það er út af þessu hérna. Nei, það er ekki út af þessu. Ok, ég man það ekki. Allavega, ef við erum hérna með að skoða þegar x5 er ósatt, þá finnum við það að þá detta ýmsar klausur út og við það situr eftir bara þessi eina breyti hérna sem getur hugsanlega orðið sun.
í þessari klausu, þannig að þar með verður x6 að vera satt. Og fyrst að x6 er satt, að þá verða þar með líka x9 að vera ósatt og x12 að vera ósatt. Og við það getum við haldið áfram, x8 verður að vera satt og x11 verður að vera satt, og þá leiðu út hérna eitthvað sem gengur ekki upp. Þessi klausa verður þá ekki uppfyllt. Þannig að þetta var sú lausnaraðferð. En síðan er líka mikilvægt hérna varðandi eiginleika. Ástæðan fyrir að við vorum að skoða þetta satisfy-bildi líka vegna þess hvað þetta hefur áhrif á mikilvægstu spurningu tölvunarfræðinnar P jafnt og NP. SAT er nefnilega eitt af þessum verkefnum svo kallað NP-complete verkefnum. Fólk hefur reynt lengi að leysa þau, mikið verið lagt í það og það hefur ekki tekist. Þetta teljum við líklega að vera erfitt en við vitum það ekki. P eru þau verkefni hægt að leysa á margliðbundum tíma. NP eru verkefni sem við vitum ekki alveg en hafa það eiginlega það hægt að tekka lausn af á margliðu tíma ef það er jálaust. Til að mynda fyrir satisfy-bildi. Ef einhver gefur gildisveitingu, þá getur þú tekkað hana á skilvirka hátt. Málið að það er fullt af slíkum verkefnum. Við kynntumst aðeins svona umritunum. Það sem að þessi menn sýndu fram á er það að það er 100 eða 1000 verkefni sem þetta er umrita yfir í 3 satisfy-bildi. Og það gengur í báðar áttir. Það er þetta umrita það tilbaka aftur. Sem þýðir að öll þessi verkefni eru jafn mikilvæg. Ef það er hægt að leysa eitt þeirra á skilvirkan hátt, þá er þetta að leysa þau öll. Og það er það sem NP snýst um. Við vitum ekki hvort það sé til hraðvirka aðferðir fyrir satisfy-bildi, en ef hún væri til, þá myndi þar með leiða til hraðvirka aðferðir fyrir öll þessi verkefni. Öll þessi verkefni í NP. Þá væri P jafnt og NP. Ef það er hins vegar ekki satt, að þá eru þessi aðskildir hópar, þau sem eru leysanlegar hraðvirkan hátt og þau sem ekki eru það. Erfiðustu verkefni í NP, þessi NP-complete verkefni, þar meðal satisfy-bildi og Hamilton cycle, þau eru þá torleysanleg. Og that's it. Þetta var algjört marathon sprint. Einhverjar spurningar í lokin? Takk fyrir að sitja yfir þessu og þakka ykkur fyrir námskeið alveg talað. Allavega fannst mér þetta mjög gaman. Ég vona að þið hafi notið þess að einhverju leyti og lært eitthvað af þessu. Gangi ykkur vel á prófinu.